og ég vil bara þakka fyrir tækifæri að koma hingað og tala þessi mál. Þetta svona stór partur af mínu vinnuumhverfi að sinna fólki með átröskun. Svo var mér svolítið gefinn titillinn, eða sko má segja efni titilsins, þannig að þetta kom út úr því, sem svo sem ekki, ég svo sem ekki með vinkilinn að tala bara átraskan. Ég ætla að setja það inn í seinni hlutann svona greiningarskilmerki. En það sem ég ætla svona að fara yfir svolítið hvað stöndum við í dag við mannfólk varðandi mat. Og sko ég náttúrulega í þessum geira að alltaf að hitta fjölskyldur þar sem átröskun og matavandi, að þar heyri ég svolítið hvernig fólk hugsa mat og það alls konar stefnur í gangi, mishjálplegar. En þarna í dag finnst mér eins og matur sé svo flókinn fyrir fólki. Hérna áður fyrr, þá sko þegar ég að alast upp, og maður þekkir svo sem kannski bara sögu forfeðra svolítið, að það virtist ekki vera, sko ég eins og bara þegar horfum sko aftur í bændasamfélagi okkar, þar sem var bara matur á ákveðnum tíma alveg fast, og það var alltaf morgunmatur og það var hafragrautur og brauð, og svo var alltaf morgunhressing sem var brauð líka, og svo var í hádeginu heitumatur og það var kaffitími með, sko, það var sem sagt drykkur og eitthvað heimabaka með, ekki sagt, það var alltaf með, sko, og því var ekkert sleppt þar, það var heimabakaði snúðar eða hvað það var, og brauð, og svo var bara heitumatur á kvöldi, eða þá að væri skyr og brauð, sko, og svo kvöldhressing. Sko, þarna voru 6 máltíðir og fólki veitti ekkert af því, og ég held að við séum bara þannig stödd í dag ennþá, sko. En ég er svona svolítið að tengja mig líka, sko, hvernig þetta var í gamla daga. Það til svolítið að skrifa heimildum, og svo bara nútíminn, á hvaða ferðalagi erum við varðandi mat. Og ég ætla að segja frá rannsókn sem var gerð, það var safnað gögnum í hana 44-5, og hún hefur verið kölluð annaðhvort Minnesota sveltirannsóknin eða hermarannsóknin. Ég ætla að fara yfir hana. Og svo ætla ég að fara í sko, greiningarskilmerki anorexíu og búlimíu, sem eru helstu átröskunar greiningarnar. Það eru síðan undir þeim nokkrar átröskunar greiningar sem ég ætla ekki að fara að telja til, og svo ætla ég að segja frá nýrri greiningu sem skammstöfuð ARFIT, og hún er matavanda, en það flokkast ekki undir anorexíu eða búlimíu eða blandað. Þannig að sú greining það er búið að þróa hana, en hún ekki, sko, ég hef ekki heyrt hún sem komin alltaf hérna í notkun, sko, og svona vitna svo í nokkrar rannsóknir. En eins og ég bara sagði áðan, að þá sko held ég að matur miklu einfaldara mál. Fólk borðaði allar mattegundir, það var ekki verið að skera út eitthvað af því að það var eitthvað skiljið, sem kom síðar, mátti ekki vera fita, mátti ekki vera ýmislegt, sko. En þarna á 18. öld, þá, sko ég nýbúin að lesa bókina hennar Þórunnar Valdimarsdóttur, sem er hann Snorra á Húsafelli, og hans saga rakin. Sem sagt, þekkið þessa bók? Nei, þetta mjög góð bók, hún svo fróðleg því að hún lýsir svo vel hvernig bara Íslendingar lifðu á þessum tíma. Og á þeim tíma var skortur á mat. Og sko yfir á þeirri öld þá dó 1/3 Íslendinga út af hungri, út af svelt, eða sko út af bara hungursneyð. Og það þótti ríkidæmi að eiga mat. Og til dæmis, sko, við vorum undir Dönum á þessum tíma, og út af allir sem skorti af mat og fátækt, að þá sóttu biskupinu til kongsins að hann myndi aumka sig yfir okkur og senda okkur mjöl, af því að vantaði bara mat á Íslandi. Og þetta tók náttúrulega tíma, það var enga flugvélar, og þetta var 18. öld, ég tek það fram, sko, þetta 1700 eitthvað, eða kringum 1750, að það þurfti náttúrulega að taka það fyrir á næsta fundi sem var kannski hálfári seinna, skilja. Þetta var bara svona,
og svo kom mjölið, það kom, við fengum mjölið árið seinna sko og þá voru margir dánir, en kannski svona bara í framhjálpu að það fengu ekki allir það sem pöntuðu sko, það voru, að því að prestarnir pöntuðu nefnilega, voru svo úthlutað sko og þarna sögum fengum meira því þeir tóku meira til sín sko, þannig að það var bara svona þekkt saga sko. Þeir sem áttu nóg höfðu tækifæri til þess að taka svolítið meira til sín sko, og eins og Snorra Húsafelli sem var þá að bjó á Vestfjörðum, á þessum tíma hann fékk embætti þar sem fyrsta embætti sem prestur að þarna hann fékk miklu minni en hann að panta sko, hann var að panta fyrir söfnuðum sko. En þarna til dæmis sko haft eftir Snorra frá henni sko Þórunni að hungruðu fólki hætti við ofskynjun af sulti og það var vitað. Fólk virðist ekki vita í dag og borðar allt og lítið skilur við oft. En þarna en svo ef við förum svolítið lengra þá er alveg vitað til dæmis bara fyrir einni öld að fólk sem var tekið, eða sko börn sem voru tekin í fóstur eins og gerist með Tryggva Emilsson, hann missti móður sína og það var stór barnahópur sem þurfti að tvistra. Pabbi hans gat ekki séð hópinn og hann lenti hjá fólki sem var ekki gott við hann og hann fékk allt og lítið að borða í sínum uppvexti. Og við erum að tala bara 100 ár skilið. Og þarna það skulle ekki hafa verið sko ekki passað upp á þennan grunnþátt og þetta náttúrulega bara ill meðferð að gefa ekki börnum að borða sko. Og svo kannski ég svona aðeins að ferðast í tíma að þarna á þessum tíma sem að svelti var á Íslandi þá hafði verið lög það að það mætti ekki borða hrossakjöt og það voru viðurlög við því. En á 18. öld, þarna byrjun 18. aldar, þá var lögunum breytt að fólk mátti borða hrossakjöt í hungursneyð. Þannig að þarna, og það var eftirlit, kóngurinn lét fylgjast með hvernig fólk hagaði sér og það mátti bara í hungursneyð, eða gerði það ekki í hungursneyð, að þá fékk það áminningu og ef það dugði ekki til að þá átti það að sitja í gapastokk fyrir framan söfnuðinn þegar kirkjan var full sem refsing. En fólk var að deyja úr sulti, skiljið. Þannig að það er mikil saga varðandi mat til. Síðan svona aðeins bara inn í nútímann að upp úr 1950 þá fara að koma fram megrunarkúrar og fólk fór að passa og það voru sérstaklega konur og það er alveg vitað að konur hafa meira verið að passa þyngdina heldur en karlmenn, hvernig sem stendur á því, þeir eru kannski svolítið í bara öðru ykkur og upp úr því fór að þróast alls konar kúra sem að við þekkjum nú alveg mörg, það er Atkinskúr og það er próteinkúr og það er saftkúr og hvað er allir að heita og þá er fólk að reyna að fara á einhvern kúr sem hjálpar því að grennast, því það var markmiðið Fyrir utan það náttúrulega við vitum í dag að fólk er miklu meiri hættið að fá átröskun eða fer í megrun Það tala að unglingar sé í áttfalt meiri hættið að fá átröskun eða fara í megrun yfir höfuð skiljiði. En svo kemur líka fyrst mér sem hefur verið að gerast undanfarið 20 árum, því náttúrulega þekki þetta ekkert síður en ég að þá er trú á mat, að matur hafi sérstök áhrif á heilsuna sem vissulega gerir, en þá að fara að trúa eitthvað á svona ákveðna tegund að það lækni eitthvað ákveðið skiljiði. Og það er svo sem í dag ennþá, fólk er með svona, ég heiti fjölskyldur þar sem að þau lýsa því yfir að séu á mjög hollu mataræði og svo þegar maður heyrir mataræði þá er þetta með óhollt vegna sem það vantar í þetta ýmislegt skiljiði. Þannig að það er komið svona ýmsar, það er komið hugmyndir inn sem ekki hjálplegar. Og þarna hefur líka verið óbærslega mikil ótti við feitmeti og kolvetni og það er ekkert langt síðan að var sýnt fram á að fita í mat, hún hefði ekki áhrif á hækkun kólesteróls.
og ekkert langt síðan var viðtali svona fyrir 1,5–2 árum við feðga, báðir læknar, sáu þetta, já, að pabbinn sem var orðinn ábyggilega eitthvað 70 að hann hafði alltaf forðast feitmeti vegna þess að hann var búinn með hátt kólesteról frá því á þrítugsaldri og síðan fóru að birtast rannsóknir að það væri bara ekki rétt, að fitan ylli þessu ekki. Þannig að sonurinn tók hann í smá pröfu, að leta hann, hann setti sig inn í þetta sonurinn og þeir fóru að gera þetta saman, að hann fóru að bæta inn þessu í fæðuna og lækkaði kólesteról. Og við fáum alveg skjólstæðinga á játarskoðan teima á BUGL sem eru svo hrædd við feitmeti af því að þau vil ekki fá hækka kólesteról og þetta kannski 14 ára börn. Þannig að það þetta náttúrulega hugmyndir sem að detta inn og auðvitað er þetta meðal fullorðna fólksins í gangi Og svo náttúrulega ef maður í þessari tímalengd frá því 50 þá þarf að koma inn svona matarið sem lífsstíll, já ég bara borða svona, ég skiljið þetta svona eins og partur af, ég fer alltaf í ræktina og ég borða alltaf svona, skiljiði. Og ég ætla að bæta ykkur, ég man ekki hvað, en svo á sama tíma þá, eins og núna, já það líka verið svona, sem var ekki áður að fólk að bjóða hvort það í mat og það leggur upp úr mat. Það er komið líka þannig, það er bæði það er að spara við sig og pæla í á ég að borða hitt eða þetta og það er komið í einhverja isma varðandi mataræði, alveg svo með hreyfingu og svo er svo mikið til að mat og aldrei verið jafn mikið úrval af mat en samt smáður eins og þetta aukist, það er vandamál mat. Því það er alveg hópur fólk sem á þess að vera með átröskun með vandamál með mat. Fólk þá að jafnvel að borða of litla skammta eða of lítið yfir daginn en kannski er samt að ná einhverju svona nokkurn veginn skilið, heldur svona listin í lagi eða sem þyngd og svefn En svo er líka á hinn bóginn að þrátt fyrir að fólk að reyna að gera svo vel en þá líka svo mikið finnst mér óreglu í mataræði. Ég hitti oft fólk sem að bara sleppir hádegismat. Þannig að ég kalla það óreglu í mataræði að sleppa hádegismat eða borða allt of lítið í hádeginu. Þannig að regla í mataræði þýðir líka að það þarf að vera jafnvægi því sem við erum að borða og við sem að borða nægilega skammt fyrir líkamann okkar. Og auðvitað vitum við alveg með unglingarna okkar að það er meira af óreglu í kringum þeirra bara svona lífsform heldur en var hérna áður fyrr og það er nýjar rannsóknir sýna að það er aukinn kvíði hjá börnum og unglingum bara núna undanfarnum árum og til allavega tvær nýlegar rannsóknir og á sama tíma kom snjallsíminn og þau get ekki sofið af því að það þarf að svara ykkur á nóttunni í símanum og þá er svefnin í óreglu og mataræði líka í óreglu og ég held að þetta sé svolítið framtíðar svona músíki sem við þurfum að takast á við að það er við erum að fá fólk sem að er með alls konar svona fjölþætta vanda sem að fylgir að þessum lífstíl sem að við erum að bjóða upp á. Ekki það. En svo líka þessi áhersla á hreyfingu sem hefur verið í mörg ár og svo mikið trú á að það að hreyfa sig sé í forgangi sem ég ætla ekki að gera lítið úr af því að við þurfum að gera það fyrir líkamann okkar. Ekki fyrir þyngdin okkar, segi ég, en við þurfum að vissulega hreyfa okkur, en á sama tíma finnst mér gleymast með matarregluna og passiva mataræði. Og það er verið að ráðleggja fólki sem er bara mjög gott ráð að fara út að ganga við vanlíðan eða svona andlegri vanlíðan, En það sem að þyrfti að koma þar inn í líka, það er að fólk borði reglulega borði vel á matmálstímum.
Mér finnst það vanta bara svona í skilaboðin að það þarf að borða vel á matmálstíðum. Það einhvern veginn meira að velja sem að fólk er að borða en frekar heldur en að við þurfum að vissulega að borða sko nægilega mikið fyrir líkamann okkar í hver einasta máltíð sko. Þannig að sko ég held nefnilega að stundum gleymist þessi mataræðis þáttur þegar að verið að meta geðræna vanda hjá fólki. Svona almennt matarhegðun eins og við erum að takast á við í dag. Það er þessi sterku viðhorf til mataræðis og fólk er þá sko eins og við vorum bara að tala í morgun, við vorum að fundi hérna, ég var að fundi með BUGT-teyminu sko og þá er svona þá er sko eitthvað ofur fæði sem er þá bláber og eitthvað og spína, ég veit ekki, man ekki hvað það er allt. Að sko fólk fær svona ofurtrú á matartegundum, þið kannast við þetta, og svo líka sko hatur á sumum matartegundum eða þá sko þannig að þetta er svona viðhorf okkur auðvitað spilin í allt sem við gerum, þannig að þau fara inn í viðhorfin. Og svo er þessir alls konar línur í gangi sem við aðeins minnst á sko, en svo þetta líka að þessi þráhyggja að vera alltaf að passa línurnar. Og fólk heldur jafnvel að það geti stýrt þyngdinni sinni og vita að það geti verið í einhverju x-þyngd sem að sko, þau vilja fara í, en það er engan veginn sem fólk getur vita. Við getum bara að vita hvað líkaminn gerir ef við borðum eðlilega. Ef við borðum eðlilega þá vitum við hvað líkaminn gerir og þarna syns að því gefnum við sem að borða nægilega fyrir líkamann. Þannig að sko, við eigum náttúrulega að vera hvert í okkar þyngd af því við erum sköpuð svo ólík og þarna við fæðumst í ákveðinni stærð og það á bara við líka þegar að við erum fullorðna. Við getum ekki ákveðið, við ættum að vera nokkrum kílóum léttari skilji. Og það er það sem að fer síðan inn í sko hjá þeim sem eru á þess að þráhyggja með ádröskuna að það heldur virkilega hver einasta sem ég hitti, þau halda að þau geti verið í ákveðinni þyngd. Ég er alveg til í að vera heilbrigð og borða vel ef ég þyngist ekki skilji. Þannig að það heldur virkilega og er þá fólki undir þyngd sko, að það geti verið í þessari þyngd. Og þetta er líka það sem að við fullorðna fólkið, ég er ekki að segja endilega ég, en ég er að segja, þetta kemur frá auðvitað hugmynd frá sko fólki sem er að vera ábyrgt fyrir sínu mataræði, að virkilega halda þetta sjálf, sko, að við getum stýrt þyngdina okkar, sem er, sko þeir sem eru í yfirþyngd og hafa, sko, ættu að létta sig út af heilsunni, að gætu fengið leiðbeiningar til að gera það, og þarna, en sko, það er alltaf svo þessi lína að fara yfir striki í því að þá er fólk komið í svo ofboðslega stíft mataræði að það er heilsan í húfi, skiljiði, þá er það ekki betra. Og þetta er náttúrulega líka þetta semst að fólk er þá að minnka sko fæðumagni sem það borða, það er ennþá að fikta við þetta, það er að fikta við að þyngdin gæti verið léttari, eða fólk gæti verið léttari og líka að sko maturinn gæti verið minni og það er að spara sig einhvers staðar til að borða annars, það er eitthvað þess að en í rauninni trixið er bara að borða alltaf vel, sko, það er ekki, því að þá er brennslan í lagi og líkaminn fungerar betur, sko. Og þetta veit alveg líka að það er, ég meina, kannski freistandi að fara í ruslfæði en það er svo sem kannski ekki endilega, ég meina hambúrgar til dæmis ekkert ruslfæði fyrir mér. Það er bara, það er nautakjöt og brauð og tómatur og eitthvað, sko. Það er líka, mér finnst líka verið að búa til svona mat, sko, það verður viðhorf sem hafa áhrif, sko, að sé eitthvað ruslfæði að fara á skyndibitastað. Þetta getur verið mjög fínn matur, sko. Og já, og fólk verður að stýra þyngdinni og svo er þessi ofhreyfing og þarna sem að getur bara líka verið vond fyrir líkamanna ef að við erum að hreyfa okkur of mikið, ég meina það verður að fara í ræktina sko einu sinni 2 á dag og alla daga vikuna, þetta slítur líkamann. Þannig að þú veist, það er líka allt er best í hófi, sko. Veitum ég að hlaupa hérna, veist ekki. Já.
Þannig og þetta spila líka inn í líf þess sem með átröskun. Það fer oft út í mikla þráhyggju varðandi hreyfingu og fólk verður að vakna upp á nóttu til að gera æfingar. Við erum svo sem ekki að tala það, en það sem ég að tala að hreyfing góð, hún þarf að vera fyrir líkamann, fyrir heilsuna, en hún á ekki að vera að fólk á ekki að hreyfa sig að það er búið að borða. Og maður heyrir þetta ennþá í dag. Ef ég fenni út að ég labba í dag og get ég borðað þetta. Þetta bara á ekki við, af því að við þurfum að borða fyrir líkamann, hann þarf að fá sín efni, líkamann þarf að hreyfa sig, af því að við þurfum að því að við góða áhrif á heilsunni, bæði líkamlega og andlega. En það sem ákjósanlist varðandi mataræði, þannig að kannski nú komin yfir á svið næringarfræðingsins, að það að borða reglulega, og eins og ég sagði hérna áðan að í gamla daga voru 6 máltíðir og ég segi bara oft ég meina við mína skjólstæðinga að það þurfi þessar 6 máltíðir. Við þurfum eitt að bæta kvöldhressingunni að því það vilja það ekki sko. Og æfir sleppir fólk kaffitíman jafnvel hádegismat líka, þannig að það þarf að setja inn. En þetta eru 6 máltíðir samtals sko, í raun og veru. Það reglulegt mataræði, það borðað reglulega því að hjartað alltaf að slá, ekki satt. Við þurfum að sofa reglulega nægjanlega, við þurfum að borða reglulega nægjanlega. Þannig að það bara þessi heilbrigðisviðmiða að maturinn þarf auðvitað að koma inn reglulega. Við getum ekki verið að borða eina máltíð og svo það bara nóg sko. En ég veit ekki hvort ykkur hafa sagt það, en hann þarf líka að vera í jafnvægi. Við þurfum að fá allar fæðutegundir, en hann þarf að vera, það sem ég líka að tala þarna, það þarf að vera nóg á hverju máltíð. Og ég held að þar kreppi skóinn hjá fólki að það er oft að spara við sig af því það heldur að það sé eitthvað gott sko, að borða minna. Svo það bara að borða ennþá stærri í næstu máltíð af því það líka með kallar á sitt sko. Við þurfum ákveðin fjölda kaloríum bara. Og já, semst það sé nógu stórir skammtar og sem auðvitað miðað við hvern líkamann. En við erum aldrei í því að fara að tala kalorí sko. Ég kann ekkert á það, en ég samt að vinna í átröskunarteyminu sko, ég set mig ekki engan áhuga sko. Við þurfum ekkert að vita hvað við erum að borða í kaloríum, skiljið. Við þurfum ekkert að vera að mæla það eða reyna að finna út úr því. Líkaminn, hann segir svo mikið sjálfur hvað hann þarf í magni og við þurfum að vera sött eftir máltíð en svo er hægt að vera sattur rétt áður, en þá eigum við ekki að stoppa. Ef við erum svöng eftir klukktíma, þá höfum við ekki fengið nóg. Þannig að það þarf að borða hann til að vera, ég sé alltaf eftir þannig að maður er vel sattur. Og við erum auðvitað miðað við að líkaminn þarf næringu og ef við borðum ekki nóg þá hefur það áhrif á andlega líðan og það er líka þessi félagslega þörf eins og Guðjón kom inn á áðan að partur af því að vera í samskipti fólk er að borða reglulega, fólk er að borða og við erum með því. Við fáum fólk til okkur og gefum því eitthvað að borða. Eins og þegar barnabörnum mín sem sumarinn hætti kannski að vilja kannski koma alltaf að þarna eins og unglingurinn sko að það var alltaf spurt með amma hvað ætlar að gefa okkur núna? Af því amma, hún fer alltaf að því að sko náttúrulega fer maður að þegar maður tekur á móti fólki þá vill maður gefa því eitthvað og þarna við bjóðum alltaf fólki upp á eitthvað, við fáum ekki fólki heim til okkur og bjóðum ekki upp á ekki neitt, skiljiði. Og þá var alltaf spurning, hvað ætlar að gefa okkur núna, eða hvað fáum við núna? Og desert líka. En ég ætla að segja ykkur frá mjög merkilegri rannsókn sem var gerð, hún var gerð þarna 15. áratugnum, gögnum var safnað 44 til 45. Hún kom út 1950 í stórri skýrslu. Þessi rannsókn og það er til svona minni skýrslur hana og hermönnum bauðst að taka þátt í henni og fyrst var úrtaki voru 400 upphafi og fækkunin í 100 og síðan voru það 36 sem voru valdir og það voru fleiri sem vildu taka þátt heldur en fengu því að þeir fengu að sleppa herþjónustu á móti. Og þetta voru hermenn 22 til 33 ára og tilgangurinn var að meta líffræðilegar og sálfræðilegar afleiðingar sveltis og langvarandi afleiðingar næringarstæðs fæðis og gagnsemi í endurhæfingu. Og þetta var gert svona á tilraunastofu
og viðmiðið var eins og væri hungursneyð. Og það var verið að hugsa þá einmitt hungursneyð sem hafði verið hér og þar í heiminum í seinni heimsstyrjöldinni. Það voru semst margir sem lentu í því og þarna voru að hugsa hvernig getum við hjálpað þessu fólki að ná aftur heilsu. Og þessi rannsókn var skipt í 4 fasa. Fyrsti fasin var svona matsfasi þar sem að fólk var metið með tilliti til persónuleika, heilbrigðis, andlegrar heilsu, líkamlegrar heilsu og þeir voru látnir borða 3200 kalórir og það hefur sennilega verið svona cirka það sem að þeir hafa þurft þarna á þessum tíma bara sem var svona venjulegt sko. Síðan tók við, og þetta var allt skráð, síðan tók við fasi 2 sem að þessi fyrsti stóð yfir í 3 mánuði, næsti í 6 mánuði, semst fasi nummer 2. Og þá var fólk látið svelta. Svelta er náttúrulega ekki að borða ekki neitt, heldur það svona borða bara allt og lítið. Og þeir voru látið borða 1560 kalórir og í dag fólk að miða við það sem venjulegt fæði. Hafið heyrt að fólk talað þetta viðmið. Þetta sveltifasi. Þannig að við sjáum hvar við erum stödd. Og fæði sem við áttu að borða var svipað fæði og var í boði hjá þeim sem var hungursneyð, hjá þeim sem þar var hungursneyð, já. Það voru kartöflur, rófur, brauð og pasta. Og þarna þau áttu að ganga 35 km vikur og þeir mistu 25% af sinni líkamsvexti. Ég heldur þetta að ég var að 15, minnst eins og þessi staðsningu við hjá mér. Já, þetta sé 15%. Ég minna að það sé 15. Er það 25? Já, 25, ok. Já. Og þarna, það var alveg passað upp á þetta, sko, allt svona mjög nákvæmt, þetta mikið af kaloríum og þarna gangan og svo framvegis og ekki meira að borða og þeir af þessum hermönnum, þeir hættu, sem ég skil mjög vel, þeir duttu út þarna í fasa 2 sko og síðan tók við 3. fasinn og hann stóð í 3 vikur, nei, ég segi 3 mánuði, sem var þá endurhæfing og þau fengu stýrt matræði, alveg bara nákvæmt hvað að borða og þetta var bara semst hópurinn í einhverju stúdíu svona og með vítaminum og til að meta hvað var í gagnlegt og svo tók við 2 mánaða fasi þar sem að þau voru í endurhæfingu en fengu að borða, það var ekki verið að stýra þeim hvað þau borðaði mikið skiljið. Og þarna 2 fyrir utan þessa 2 duttu út úr gagnarsafninu en það kemur ekki fram allavega í þessu sem var að lesa af hverju. Og síðan í lok rannsóknar að þá komið fram ýmis líkamleg, andleg og félagsleg einkenni og þau eru tínd hérna fram sko. Það var þunglyndi, tilfinningalegt stjórnleysi, það kallaði hana hysteri, þetta er ábyggilega ekki rétt titla mér sko. Ég veit að betur geðlæknarnir. Óstöðuleiki. Já, tilfinningalega óstöðuleiki, já. Og þarna heilsukvíði og þau fengu nefnilega, þessir hermenn, bara sömu einkenni og við sjáum hjá þeim sem með átröskun. Og þannig að það að fara á þessar 1560 kalórir gaf þessa útkomu. Og það var skapsveiflur og erfitt að einbeita sér og átti erfitt með að skilja það sem var að skilja inntaka eða þess aftur og dómgreind og persónuleikabreytingar, svefnvandi, slappleiki, bjúgur, hálós, kulvísi, sjóntruflanir, meltingartruflanir, hæging og brennslu auðvitað. Og þarna sumir eru ofur uppteknir af mat, því að þegar fólk fær ekki nóg af mat, þá það mjög upptekið af mat. Og okkar skjólstæðingar í átröskunarteyminu BUGL, það bara fólk með átröskun, það mjög upptekið af mat, hvað borða ég síðast, hvað næst í matinn, vill ekki borða, var ég búin að borða mikið, hvernig á lausnaði matinn og svo framvegis, skiljiði. Og þeir fengu þessar hugsanir líka.
og fannst erfitt að borða aftur upp á nýtt af því að það voru svo margar erfiðar hugsanir og þetta sem ég var að lesa hérna fyrir stuttu í þessari samantekt rannsóknina sagði frá því að einn hafi höggvið á sig 3 putta en það kom ekki fram, sko, það kom framhaldi var sagt að það var ekki vitað ástæðuna. Sko, þannig að ég minnst svolítið skrítið að hún var ekki fundin, hverju fólk tók að sig 3 putta, skilið, með það hljómar eins og sé vanlíðan eða hvort það eitthvað annað eða hvort það var óvart, ég veit ekki, hvort að fólk gerir svolítið óvart. Það var nú með geðrofsaftur til að geta gert það. Já, nákvæmlega. Já, til að geta það bara, sko, og líka bara detta í hug, sko. En það voru nokkrir sem að sko, þurftu að leggjast inn á geðdeild vegna sjálfsvígshugssana og þarna einhver fóru að skaða sjálfan sig, sko. Og sumir fóru að þarna gera slíkt æfingar vegna vanlíðunar til að losna við sko, það til að spyrna við þyngdinni sem var yfirvofandi, sko. Þannig að þeir fengu þessar hugsanir eins og við erum að heyra hjá þeim sem með máturskurn. Og þeir sem áttu kærustu segðu henni upp að því að kynhvötin dettur út. Þannig að það hafði áhrif á þau samskipti líka. Já. En ég ætla að fara hérna sko ég fékk svo mikið tíma hérna. Ég var skammtaður sko langur tími. Hvað segirðu, en það var búinn? Já, ég hafa nú aðeins lengur að guða, sko. Ég sá það, sko. Ég nú eina ramma ennþá, sko. En þarna aðeins að renna yfir sem sagt greiningarskilmerki fyrir anorexíur og búlimíu og svo ARFID, þessa nýju greiningu. Og þeir sem að greinast með anorexíu eru semst ekki að passa upp á að viðhalda þyngdinni sinni eða fara yfir eðlilega þyngd. Það fara yfir eðlilega þyngd með aldur og hæð, já, þá neita það líka að þyngjast, sko, vera semst of léttir og að passa sig að þyngjast ekki. Og þarna eru búin að missa 15% af eðlilegri þyngd og þarna mikill ótti við að þyngjast að verða feitur þrátt fyrir undirþyngd. Þannig að fólk fær svona, má segja, ranghugmynd hvað ætti að gera, hvað heppilegt þegar að fólk komið í undirþyngd. Þannig að þetta brenglar huganum okkar. Það hefur áhrif á skilaboðin, hvað boðefni í heilanum, þannig að það verður bara truflun, sko. Og þarna sjá sig feita þrátt fyrir að vera alltof grannur og bara sjúklega grannur, sko. Og sjá ekki sinn líkama eins og þarna hann í raun og veru, sko. Líkami sem alltof grannur að þau upplifa hann feitan og þarna og jafnvel að sumir partar á líkamanum séu alltaf stóri, sko. Upphandleggir eða læri eða einhvers staðar og maginn líka, sérstaklega á maginn, sko. Það séu svona stóri partar og stóri miðað við líkamann og jafnvel að reyna að léttast til þess að minnka það sem það ekki hægt líka að minnkar allir, sko. Og svo er hægt á tíðarstoppi hjá þeim sem hafa byrjað á blæðingum, sko. Og þá er náttúrulega hægt á beinþynningu eins og við vitum. Og þessi einstaklingar í undirþyngd og við miðum við fyrir fullorðna einstaklingar að 20, sko. Þekki ekki BMI. Og það mikill ótti við kolvetni og fitu og það allavega hefur verið undanfarin þó nokkur ár, sko, að það má ekki bara brauð og það alveg tekið allt út með sætindum og það má ekki vera sko súputeiningur ef það væri einhver smá sykur inni þá ekki sá súputeiningur það farið í þetta, sko. Það er svo mjög nákvæmt, sko, lesa utan að pakka hvað má vera í og það er best að bara unglingurinn sé ekkert inn í eldhúsi eða farið með að versla til þess að hann sé ekki hafa áhrif á hvað í matinn, sko. Sem hefur alveg gerst líka að þarna foreldrarnir komin út úr eldhúsinu og unglingurinn inn í eldhúsinu að elda, það má enginn koma nálægt, sko. Og jafnvel að borða svo bara einna því að en elda mat og allt það og hinum með að borða svo matana eftir, sko. Það er mikið þá ekki tengt mat og útliti og þannig að lífið bara gengur út á það að þarna
ég á að vera í þessari þyngd og í þess, já, má ekki fitna og það dagurinn gengur út á það og það er ekki verið að hitta fólk, annað fólk af því að auðvitað við erum alltaf að borða, sko, við fáum okkur að borða reglulega ekki satt, þannig að það er ekki að vera með fólki, þannig að betra að vera bara einn, sko. Og þarna mikið hræðsla við hálft kíló eða 100 grömm þess vegna, sko, af því að það virkar á þau eins og sé 10 kíló einu og það munir síðan, sko, ef það kemur smá, þá munir það gerast áfram. Þá er ég bara komin í það og ég er alveg að verða komin í yfirþyngdina, sko. En þetta er raunverulegt fyrir þeim eins og Guðjón sagði áðan, þetta er alveg raunverulegt tilfinning fyrir þeim eins og það hafa verið fengið bara rang hugmynd, skiljið. Og sumir fara að nota losunarlyf til þess að flýta fyrir losna við matinn, það fylgir svo kvíða og depurðskortur einsæði. En þetta eru bara sömu einkenni eins og hermennirnir fundu fyrir, sko, sem er svo, ég er að týna hérna, þetta er reynda bara miðað við skilmerki anorexíu, sko, en þetta er bara svona til samanburðar, þá er þetta bara sömu einkenni, sko. Og þarna, og það, já, þannig að, sko, fólk með átröskun er að glíma við ofsalega mikinn vanda sem að einhvern veginn er ekki bara maturinn, sko. Sko, samt sem áður er maturinn meðal, sko. En það er margt sem að fer í gangi þeirra huga sem þarf að vinna með að hjálpa þeim með. En sko, í náttúrulega hermanarannsókninni bjó í rauninni til þessi einkenni og kannski bara nefna að þeir þurftu aðstoð. Þetta var erfitt fyrir þá að fara tilbaka. En þetta var tilraunin sem þeir tóku þátt í og skuldbundu sig til þess. Okkar skjólstæðingar eru stundum búin að vera í einhvers konar stuðningi eða samvinnu þar sem að kannski ekki verið að fara bratt í að hjálpa fólki og á þeirri ferð er fólki jafnvel að versna, skiljið. Þannig að þess er svo mikilvægt að grípa hratt inn í það sem ef er átröskun til staðar. Já. Var ekki eitt af því sem var sýnt fram á þessari rannsókn að sumir af þessum hermennum sem fóru í þessi meðrum, þeir gátu ekki stopp. Í meðrunni? Já. Eitthvað hefði það. Sko, þeir áttu erfitt með að snúa þessu við. Það veit ég. Já, þeir áttu erfitt með það. Þeim fannst þetta eðlilegt. Ég hef lesið fleira þetta heldur en þetta sem ég var að vitna í þarna, sko. Að, þeir áttu erfitt með að fara að borða aftur venjulega eins og þarna í endurhæfingarfasanum því að hugsanin þeirra sagði þeim að þeir væru ekki verðugir þess að borða. Þannig að þeir fengu þessa, sko, sömu einkenni og það sá sem er með átröskun, honum finnst hann ekki að borða. Honum finnst betra að borða ef einhver segir að hann eigi að borða þetta, vegna þess að þetta er það sem er bara prógrammið og þú átt að borða og það er þetta í matinn og pappi og mamma passa upp á það, sko. Það er þetta sem átt að borða sem á diskinni, skiljið. Það er auðveldara fyrir þau að gera það heldur en það sem hugurinn segir, hans hugurinn segir allt annað og þeir voru líka að díla við það. Það sem ég bara að bæta í, sko, það voru suðurafrískar stúdjur á tíma apartheid. Já. Fangarnir voru að svelta sig. Á sama tíma, sem sagt, og þetta var, já. Þegar þeir voru að svelta sig, já. Þá fylgdu menn að gera tilraun á þeim og fylgdu og skoðu og komið með ljósa og þeir fylgdum alveg niður í dauða, þeir bara leiðuðu bara þegar ég var svelta sig, sko. Þeir fylgdum og skoðum og þá kemur ljósa. Þetta meina fólk sem tók þátt í mótmæli með apartheid? Já, ok. Þeir sem skoðu þá og þess vegna sem skútur ekki mikið líkt fram og tala mikið það, vegna þess að þetta er ekki fallega skútur. Nei, þetta er bara, já. En aftur á móti eru það, sko, sýnaði það að líkaminn hætti sem sagt vegna þess að 80% af orkuþörf smágirnislífhimnunnar þarf að koma úr matnum sem er í lúminu, þannig að þegar maður sveltur svo fær ekki mat, þá eyðilegst á saman og rýrnar slímhúðin í maganum. Þannig að seinni hlutanum, þá gat þetta fólk ekki borða. Já. Það átti bara erfitt með þessi lýs, það leið illa að borða. Já. Þannig að það fer í, og líka fer í einhvern fasa sem gerir það verkum að það er erfitt að snúa við og því að þú nefndi það. Já. Þannig að og það sé maður náttúrulega í anorexíusjúklingum. Já. En líka fólk hættir að fá, sko, skilaboð að fá að þurfa að borða, sko, bara sem er ákveðið svona varna viðbrögð líkamans. Líkamsleppur á. Já, að þarna þegar ekki er nógu mikið að borða, þá er hann ekki að kalla eins og bara sko, í nútímanum að fólk fær sér ekki morgunmat.
Ég hitti eina mömmu í gær í fjölskylduviðtali, hún sagði, ég borða aldrei morgunmat, stelpan borðar ekki morgunmat, skiljið, ég borða aldrei morgunmat, sagði mamma, við ekki gert frá því rólingu. Ég meina, ef maður sleppir morgunmat, þá kallar ekkert líkamann á móti. Við þurfum að prógrammera líkamann, við gefum hann að borða og þá hann funkar með við það sem við gerum og þá biður hann mat. Líka bara, ef við borðum góða máltíð, þá erum við svöngað til 3 tíma vegna þess að líkamann er búin að nýta matinn og þá þurfum við að borða aftur. En ef við erum að hafa alltaf langt á milli, einhverja 6-8 tíma, þá hættir hann að biðja mat. Það ekki svolítið svona, já, þetta svona það sem að, það þarf að gera það. Það þarf að æfa fólk upp á nýtt að borða og það þarf að æfa, bara eins og líka sko, ég man bara því ég var að vinna barnadeilda, almennileg barnadeilda, að komið börn sem ekki borðuðu, það þurfti að láta þau borða til þess að þau færu að borða, til þess að þú veist, kveikja á þessu, já. Þetta er svo flókið samskipti þess að líkamlegu þátta og sálræna þátta og ég megum ekki gleyma þeim að þeir eru stundum af miklu þunga. Það var sagt eitt sem samnefnir með þessu unga fólki að þau binda sjálfsmatið allt mikið við útlitið líkamann sem eðlilegt á þessu marki þegar maður er ungur. Já. En fólk gera það mismikið og þeir sem gera það ofmikið, þeim farnast verður og ekki þá síst þegar það er eldast og það er minni umbun fyrir útlitið sitt þegar maður er eldast. Hvað ertu að segja? Ég sem er eldast. Það er þess að ég er sami frumvarpi á unglingi sem veldur annars. Hann veldur þá þunglyndi á meðvægi. Þess vegna ágætt sjálfan samnefnara og þetta er svo flókið samspil. Þetta er rosa flókið, sko. Að vera manneskja. Já. Og þarna. Við í sómatíska heimum, sko, með að þessa sjúklinga og við erum að sjá þessa sjúklinga lengur og borða lengi. Já. Þeir geta sýpant erfið að komast í gang. Já. Maður sé það alveg fyrir sér. Og krabbameinssjúklingar og þeir erfið að komast Já, en það er líka partur af svona nútíma vandamálum þessi ofur áhersla á líkamann sko, og þar með útlit og fatnað og svo framvegis sko. En ég vil langa aðeins að nefna hérna eitt sko, sem er í bókinni hennar Þórunnar þarna klæðaburð á 18. öld að fólk sem sko, var fátækt það mátti ekki klæða sig nema í samræmi við fátækt, sko. Það mátti ekki bera á sig neitt skart af því að þarna þá var að sýnast verið eitthvað annað og þá var refsing við því. Svona inn í útlitspælingu, sko. Já, ok, ég ætla að reyna að klára þetta bara hérna. Þetta er sveltið, það er að borða of lítið með þörf. Hreyfa sig til næring og það er mjög svona sterkt hjá mörgum einstaklingum sem með átröskunum, það er að fara í hreyfingu að því þú borðið þið. Þannig að það má ekki borða nema þú ætlir að hreyfa, að þú ætlir sér að hreyfa sig. En ég svo sem var að tala hérna manna að það þarf að rjúfa þetta. Og sko því miður þá er sko það eru líka fólk sem hefur dálítil völd, bara eins og þjálfarar. Eru með þetta sko sumir, ég get að segja allir og bara ég er að tala líka íþróttafólk, það er verið að tengja þetta milli, sko það er gott að vera í hreyfingu, það er gott að vera í sko unglingar séu í fótbolta og svo framvegis, en það má ekki tengja þetta saman, af því líkaminn þarf næringuna og svo hreyfingi fyrir líkamann líka. Þetta sko, þegar maður fyrir sumarfrí, maður hreyfir sig miklu minna. Ég borða bara sko sveipa og ég er ekkert að fitna eða grenna, skiljið það. Skiljið, ef maður heldur líkamanum sínum bara eins og eðlilegt er og matur er ekki mála, þá gerir hann sitt, sko. Þetta er svona varðandi svelti, sko, að þá er að velja svo mikið létt fæði og það er fitusnautt fæði og þetta er svo mikið della. Og þarna fullorðna fólki þarf eiginlega að taka inn þessa hugsunarbreytingu að maturinn sé í rauninni máli en ekki að þarna passa sig að borða ekki, skiljiði. Það er svo gaman að borða, eins og Guðjón segir, sko, ég er sammála því, sko, og maturinn hann er ánægjulegur fyrir okkur, af því að hann gefur okkur. Okkur ætti að vera vont að borða, ég meina, erum við ekki með góða mat eða hvað? Það sem er bara venjulegt, sko, venjulega. Þannig að þarna,
Og svo náttúrulega kemur þessi þráhyggja tengt matavali sem líka hjá þessum einstaklingum að það búið að skera rosa mikið niður eins og hugsanlega þessi kona sem var búin að skera niður 50 fæðutegundir að þarna og svo borða sama tíma og það má ekki borða til ákveðin tíma á kvöldin og svo framvegis og svo þarna vanandi losun og það að framkalla uppköst, gera ofstíkt æfingar, sumir eru í því en ekki uppköstanum, þá bara fólk í ræktinni nokkra klukktíma á dag og nota hægðalyf, þvagræsilyf líka og þarna sem hægt að kaupa þessi þvagræsilyf, það til einhver svona heilsubúðum sem ég þekki nú ekki sko en mér skilst það og meðnáttatöflur og sumir nota eiturlyfja stera og hérna eru skilmerki fyrir búlimíu að það eru þessi reglulega átköst en það tala hérna 2 sinnum í mánuði í 3 mánuði. Ég held að vera nú sko þyrfti meira en svo átkvæmst að forða meira magn en eðlilegt á stuttum tíma og þá auðvitað verið að tala að innibyrða nokkur þúsund hitaeiningar í einu. Það var að tala það sko. Og svo mikið stjórnleysi, það eru líka að borða á stuttum tíma þetta átkast, sko, þetta mikla magn sko, og erfitt að stoppa. Og ég segi nú bara að þegar fólk eru búið að borða á lítið að þá náttúrulega kemur átkast, skilur líka mann að kalla. En svo fylgir þessu líka að framkalla uppköst, nota hægðalyf, þvagræsilyf, stólpið eitthvað annað, svelta sig líka á milli. Þeir sem eru í átköstum, uppköstum eru líka bara of lítið. Þannig að þetta svona, sko, þá ég að tala yfir daginn, sko. Það of lítið og svo kannski sleppa hádegismat, svo átkast og kasta upp skilið. Þannig að það svona rokka hérna milli og þá líka eru rosalega skapsveiflur hjá því fólki, það það sem ég tek eftir líka hjá þeim sem eru með búlimía, það miklu meiri skapsveiflur heldur hjá þeim sem eru með anorexíu. Og að gera miklar, mikið æfing, æfa mikið og líka þau eru líka ofurupptekin útliti og þyngd. Og það líka þessi þyngdarhræðsla og það líka depurð og kvíði og þessar ramkumundur mat eða svona trú á að ákveðin matur sé vondur fyrir okkur og annað sé gott sko. Og þarna munnarskirtlarnir stækka við það að kasta upp sko. Og svo eyðing á glæningu tanna. Og stundum fá nú tannlæknar þessa einstaklinga sko. Og gera átkast, eða taka átkast segi það eins og ég búin að segja sko, missa stjórn og borða í leyni jafnvel sko. Og þarna stundum þetta gerast nokkrum á dag. Og því þetta mikið ójafnvægi í næringu þetta því fólk eru auðvitað að taka frá sér mikla næringu og ég þarf kannski ekki endilega að stoppa við þetta og ekki þetta hérna en þetta hérna þessar nýju greiningar sem er skammstöðu ARFID já og það sem sagt matar- eða næringavandi og sem þýðir skortur á að ná æskilegum næringarstatus eða orkuþörf. Þannig að líkaminn líður og það kemur auðvitað líka niður á líðaninni og í þessu það getur verið áhugaleysi fyrir mat sem að getur komið af því að fólk hefur ekki borðað nóg, skilur, eins og bara konan sem dæmi svo nefndir það getur verið þannig. Ég meina að barnið sem hefur verið erfitt að gera borðað það matvant eða hvað það og það að fá lítið. Og fólk ekki að þrífast. Og þá ég að tala sko bæði líkamlega og andlega sko og barnið kannski ekki að stekka og þarna fólk með kvíða og svo framvegis sko. Og þarna ég heldur reyndar að séu ansi margir með svona ýmislegt sem að þess vegna vil ég bara að sko, hvað maður segja, svona mataræðispæling sé tekin inn í mata á sjúklingi með kvíðaþunglyndi og þetta fer að fara til þín þarna Helgi Góða. Bara ertu að meina þá? En ertu að tala Helgi Garðar að þarna ill meðferð ertu að tala mataræðið? Og ertu að tala andlega, já, sem sko, það ekki hirt þau. Já, ok. En því það ekki líka bara mataræðið verður verra? Já, en þessar einstaklingar eru of léttir með við það sem ætti að vera. Barn þyngist ekki eða vex ekki, það afgerandi næringarskortur og það stundum verið að taka þá næringu á annan hátt eins og með næringadrykkjum eða eitthvað sem kemist stað fyrir mat sko og stundum, maður alveg hitt barn sem hefur verið sett sko túpa í gegnum nefnir af því það átti svo erfitt með að borða skilu, bara lítið barn sko, bara ég tala 3 ára barn sem gat alveg borða af því það
gekk ekki að gefa því að borða mat og þarna þurfti að þjálfa barnið að fara að borða. Og svo skortur á sálfélagslegri virkni, þannig að þetta virkilega hamlandi. Þau flokka þetta í 4 flokka, þetta A sem sagt, já ég hef ekki skrifað, þetta A-flokkurinn sko, svo kemur B, C og D og þá matavandinn ekki vegna matarskorts eða menningaráhrifa og þessi greining, hún fellur ekki undir anorexíu né búlimíu. Þannig að það ekki það að fólk vilji ekki þyngjast, það ekki það að sé óveruppteknu líkamann, heldur eitthvað annað. Og ég man alveg eftir dæmum í átraskunarteyminu á BUGL sem fólk eða unglingar sem hafa verið með undir fallaðarnin. Hvað er þið? Já, þú ert með nokkra, já. Og þarna, já, og svo matavandi ekki útskýrað á líkamlegum vanda eða öðrum vanda, en svo, sko, já. En svo meðferðin við þessu, ég hlustaði á erindi í massa þessu ári á átraskunarráðstefnu akkurat þetta arfið, sko, að þarna meðferðin svipuð. Að það þarf að þjálfa fólki að borða upp á nýtt. Það þarf þarna samvinnu við þá foreldra við barn og unglingur og það þarf samvinnu við einstaklingi líka og mótiveran til þess að fara af stað. Bara eins og Guðjón þarf að fara að borða maísbönina, sko, til dæmis. Ég ger það. Þannig að, sko, þetta, já. En sko, þegar allir á bakikort, þá þurfum við, hvað sem þá þurfum, hvort sem átröskun eða þetta, eða það að fólk borðar ekki, við þurfum að borða. Og það þarf að fara einhvern veginn að því og það þarf að vinna í þetta. Þannig að maturinn, sko, það þó að fólk sé kvíði, stundum sko, það kvíði og ég kvíði svo, aukin kvíði að fara að borða. Já, það þarf samt að borða, sko, og takast á kvíðan sem við það að borða. Þannig að maður getur aldrei, sko, sleppt í að borða þrátt fyrir ykkur vanlíðan, sko. Og þetta svona greiningar sem að fylgja oft átröskunum og það svo sem bara eðlilegt að það komið þarna ýmsar hliðargreiningar en stundum verið að greina fólk með annan vanda heldur en átröskun eins og bara kvíða, þunglyndi og svo framvegis. En það þarf að kortleggja vel alltaf í greiningarferli og ef það átröskun þá ekki hægt að sleppa meðferð við átröskun og veita meðferð við öðru því það mun ekki laga átröskun. Eina sem gerist að hitt heldur áfram að vera vandi ef að vera meðferð við kvíðan, sko. Að það þarf að hjálpa með kvíðan með átröskun og meðferð. Ég að fara í þessu átt. Hérna svona svona nýlegar tíðnitölur. Við eigum eina frá Íslandi sem Guðlaug Þorsteins gerði 2003 sem var í menntaskólum sem bara alveg stór hópur menntaskólanema þáttakendur í. Og það voru 15,2% stúlkna sem sýndu átröskun og einkenni, en það enginn að segja að hafa endilega verið með fulla greiningu, en það var ekki spurningalisti þannig sem það svöruðu heldur bara einkenni, einkenna spurningalisti og svo veit maður ekki hvort að fólk að svara, unglingarnir að svara alveg rétt, sko. Það hefur verið við erum að sjá aukningu á rannsóknarna frá Danmörku, frá því að vera 6,4% með anorexíu yfir í 12,6% og þetta líka, Svíþjóð líka sína svona tölur og tilvísun á Landspítala hafa verið, sko þetta mjög varlega tölur, 20-22, við erum að fá alveg upp í 26 sko, á ári og það eru yfirleitt fólk hjá okkur í 2 ár svona meðaltali á BUGL, já. Og sumir styttri tíma en sumir eru 2 ár jafnvel lengur, sko. Og svo á fullorðinsdeild þá hafa tilvísanirnar verið sko 14 og 15, 80 og svo 92. Svo aðeins að sjá það en ég held að sé verið að reka eftir mig núna. Það var að færa mig aðeins nær hérna. Já, ég er með síðustu glæruna hérna og ég var ekki alveg, ég hafa búið að spyrja mig því ég hélt að vera 20 mínútur og því ég vil fara með 20 mínútur ráðstefnu, svo sá ég þetta voru 40 mínútur og ég var bara að spyrja eftir mig nú efni. En ég sé það hérna. En þarna, þetta hérna eftir rannsóknum á mæðrum með streitu, kvíða og þunglyndi, hvort það hefði áhrif á máltíðarstíl hjá ungbarni.
og það gerði það, sýndi marktækar breytur varðandi máltíðarstuðning, að mæðurnar notuðu meiri þvingun, sinntu ekki barninu, eftirlátssemi eða afskiptasemi. Og þarna er þetta hópur ungbarna, skiljiði. Við erum að tala þá mæður sem eru með kvíða- og þunglyndi sem við vitum að getur haft áhrif á tengslamyndun. Svo hérna 2 rannsóknir frá þessum GESS hérna sem eru svipaðar en það gerð 2014 samanburðarrannsókn á föngum þar sem hópur fékk bætt mataræði og það hafði marktæk áhrif á hegðun, að 26% færri með truflandi atvik og svo 37% sýndu færri alvarleika ofbeldisatvik. Þannig að það hafa verið gerðar fleiri svona fangelsisrannsóknir. En ég held að ég sé bara komið með það sem ég get alveg sagt fleira, en ég ætla að